Nú kannski inngangsdæmi, svo skulum við setja þetta fram formlega. Við kunnum formúlur, skulum byrja á þessu. Drepun. Hvað er þetta? Þetta er kallað induction. Og þetta notum við oft, sér að lagi þegar við erum að gíska á hvort að formúla sem okkur finnst sennileg, mjög oft lokað form fyrir raðir, en auðvitað er þetta miklu almennar. En við ætlum að einbeita okkur þessu fyrst, að sjá hvort að loka form fyrir einhverja röð, til dæmis, sér ég. Og til þess að ná tökum á þessari hugsun skulum við til dæmis taka þessa hérna formúlu sem við vitum að er rétt. Nú köllum við þetta almennt fullyrðingu. Þetta P kemur á ensku, proposition. Þetta er fullyrðingin P N. Við skulum bara að byrja á þessu svona. Þetta er eitthvað fullyrðing sem að gæti litið svona út. Hér höfum við röð. Þetta er bara 1 + 2 + 3 + 4, allar leiðir upp í n, hlut, summa. Nú ætla ég að fullyrða að þetta sé n sinnum n + 1 deilt með 2. Og þegar við sönnum svona jöfnum með þrepun, þá gilda alveg ákveðnar reglur. Og við sjáum að ennið, minnsta ennið hér í jöfnunni, er 1. Næsta n er 2, þriðja n er 3 og svo framvegis. Þannig að við ætlum að sanna að þessi formúla sé rétt. Það er að segja að þessi formúla gildir fyrir öll. Þetta er bara stytting fyrir öll. Betra að segja fyrir sérhvert. En á þessari gerð, á þessari talnagerð. Þetta gildir fyrir alla talningar. Og hugmyndin er svo að þá sannar maður þetta fyrir minnsta ennið. Það verður náttúrulega gilda fyrir minnsta ennið og það gerum við bara með að stinga inn. Svo getur maður að prófa ef n er 2, gildir formúlan þá. Þá er maður að bera saman vinstri hlið og hægri hlið. Gildir nú fyrir n jafnt 3. Það gildir nú fyrir n jafnt 4. Og ef við gerum þetta, þá vitum við að þetta gildir fyrir öll n sem við prófum að stinga inn. Þá getum við líka sagt, get ég einhvern veginn notað fyrri reikninga sem ég hafi prófað þetta fyrir n upp í 100. Get ég síðan notað það til þess að álíkta þetta almennt, svo ég þurfi ekki að reikna fyrir öll hugsanlega n. Get ég látið algebruna leiða mér allan sannleikann það að þetta sé rétt fyrir sérhverja talningu. Það er það sem að þrepun gengur út á. Það þarf að búa til einhverja rökleiðslu sem að sannfæri mann að formúlan gildi alltaf. Við skulum byrja á þessari. Ég skrifa þetta síðan formúlega niður og eftir. En hér er eitthvað fullyrðing. Hún er gefin. Fullyrðingin felst í þessari jöfnu sem að sannfærast að sé sönn. Það sína hún sem hugsanlegt er. Og það er 1. Síðan, ef hún er rétt fyrir eitthvert n. Eitthvert. Þá getum við kallað það eitthvað annað. Stóra n til dæmis. Ef ég er búinn að prófa alla leið upp í eitthvað stórt n, þá vil ég búa til algebrulega eða röksemdafærslu. Hér á við algebrulega röksemdafærsla sem sýnir hún sé líka rétt fyrir næsta n á eftir. Það er að segja fyrir stórt n + 1. Ef ég get sýnt þetta, þá er þetta svona eins og Mikado sem veltur áfram. Þannig ég ætla bara að prófa. Er þetta rétt? Þetta er svona fyrsta skref. Ef n-ið er 1, en þá fullyrðingin rétt. Og þá prófum við eins og alltaf að setja inn í vinstri hlið og setja inn í hægri hlið og ef þeim ber saman þá er fullyrðingin rétt. Þannig ég skrifa bara vinstri hliðin. Það er að reikna svona. K hleyp frá 1 upp í n. Fyrst að skrifa þetta svona. Síðan setja inn næst hvað n-ið er til þess að sjá að fullyrðingin hafi rétt form. Og þetta er K hleyp frá 1 upp í 1. Nú getur skrifa út hvað þetta er. Þetta er 1, en það er ekki fleiri liðir sem ég að leggja saman. Þannig að ég er búinn. Ef við skoðum núna hægri hliðina. Og þá sting ég inn í loka form. Og hvernig er það? Og þá höfum við n sem n + 1. Ég skrifa þetta fyrir formið sem ég er að nota. Og svo setja ég 1 inn. Svo er 1 sinnum 1 + 1 deilt með 2. Og þetta er auðvitað 1. Teljaranum fæ ég 2 og ég nefnir hef ég 2. Svoleiðis að fullyrðingin P1 er rétt. Segir við rétt er sönn. Næst. Svo prófa ég næst 2. Svo prófa ég næst 3. N jafnt 4. N jafnt 5. Og ég kemst að því þetta er alltaf rétt. Þess vegna til því ég gerir maður þetta. Þess vegna langar mig að segja. Allt í lagi. Ég er búinn að prófa þetta. Upp í eitthvað enn. Ef fullyrðingin þessa jöfnu er sönn eða jafnan er rétt fyrir eitthvert
oft á getur nota þetta er bara fyrir eitt hvert n. Þá er ég búin að prófa ln frá einum upp í eitthvað stórt n. Fyrir eitt hvert n, þá þarf ég að sýna að hún sé líka. Ef ég get sýnt þetta, þarf að segja, þess ég noti bara þá þarf ég að sýna að þessi fullyrðing hér sé sönn eða rétt. Takist mér þetta tvennt, þá hef ég sýnt. Já, hún er þá rétt fyrir næsta n og eftir þessu, sem er n + 2. Hún er þá rétt fyrir næsta n og eftir því, sem er stóra n + 3. Hún er þá rétt eftir næsta n eftir því, sem er n + 4. Þá hef ég sýnt að þessi fullyrðing er sönn fyrir sérhvert n í vingi talninga, n sem er að þessari talnagerð. Þetta er hugmyndin. Og nú verð ég að nota þessa formúlu og ég ætla að gera ráð fyrir. Að þessi formúla hérna, hún er þá gefin svona. K hleypur frá einum upp í eitthvað n. En hér er n-ið sem ég er að nota einhver tala bara, stórt n. Það gerir ráð fyrir þessi formúla gildi. Og ég vil sýna að hún gildi líka, við haldi formi fyrir n, jafnt og þetta skrifa fyrir næsta n og eftir. Það er að segja n stóra n + 1. Og þá reiknar maður. Og þá byrja ég svona. Fyrst hef ég n-ið er einhver tala stóra n. Það skiptir mér miklu máli að segja hér hún sé sönn fyrir eitt hvert n. Af því ég er búinn að sanna það fyrir nefnilega nákvæmlega eitt n. Það er að segja þegar litla n-ið er 1. Ég er búinn að sanna því tilvikinu þegar þetta er 1. Þannig að hún er rétt fyrir eitt hvert n. Ég er búinn að athuga það. Ef ég geri þetta ekki fyrst, sýni hún sé sönn fyrir eitt hvert n, þá gengur þessi fullyrðing hérna ekki upp. Ég er ekki búinn að sýna hún sé sönn fyrir eitt hvert n. En sem sagt, ég er búinn að sýna það. Hún er rétt fyrir stóra n jafnt og 1. Og þá byrja ég. Nú ætla ég að byrja með vinstri hliðina og ég ætla að framleiða hægri hliðina. K byrjar í einum og fer upp í n. Fyrst setjum ég fram almenna formið. Svo setjum ég töluna inn. Lítur á þetta sem breytu, en þetta er alveg ákveðin tala, en litla n hækkar alltaf. Þetta er einhver ákveðin tala. Og nú nota ég þessa hérna forsendu. Og þetta er kölluð þrepuna forsenda. Ég seti þetta formlegar fram á eftir. Samkvæmt þessari þrepuna forsendu þá er hægri hliðin stóra n sinnum n + 1 deilt með 2. Þetta er sem sagt, ég var búinn að segja að þetta væri það sem ég ætla að nota. Þannig að núna ætla ég að taka n + 1. Og ég þarf að nota þetta. Ég má alls ekki segja beint n + 1 sinnum n + 2 deilt með 2. Þá er ég að gefa mér niðurstöðuna, en ég þarf að sýna að þetta gerist út af því sem komið er. Þannig að til þess að sjá betur hvað ég á að gera, þá ætla ég að skrifa þetta út. Ég ætla að skrifa bara alla liðina. K er 1, K er 2, K er 3. Hér er komin upp í n. Ef ég myndi hætta núna, þá veit ég að þetta hér er niðurstaðan, en ég á ekki að hætta. Ég á að bæta einu við. Nú nota ég það sem er kallað þrepuna forsendan. Maður setur hana stundum svona ofan á jafnaðarmerkið. Þetta hér veit ég hvað er.
Ja, kannski ég skrifa þetta hérna fyrst, þá auðveldar kannski að sjá nákvæmlega hvað við erum að nota. Og þetta er bara skilgreining, þetta er ekki beint þrepunarforsendan. Ég er bara að skrifa þetta upp aftur. Ég reyna að komast inn tilbaka. Og svo kemur þessi viðbótartala. Þetta er ég alltaf búin að reikna út, núna er ég þrepunarforsenduna, að þetta er stóra N sinnum N plus 1, deilt með 2, svo kemur hérna nýr liður. Ég þarf að sjá að ég geti endurheimt þetta form. Ég hlýt að gera samnefnt, því hérna með N sinnum stóra N plus 1, deilt með 2, og hér þá 2N plus 1, með 2. Nú auðvitað þetta margfalda upp úr svigum og reyna að einfalda einhvern veginn. Ég get líka bara tekið eftir því að hér hef ég N plus 1 á móti 2 í öðrum liðnum og N plus 1 á móti 2 í hinum liðnum, þannig alltaf spara yfirleitt alltaf vinnu að taka eftir sameiginlegum þáttum. Þannig ég get tekið þetta út fyrir sviga. Hvað er eftir í sviganum? Hérna í þessum lið er það stóra N og hér í þessum lið er það 2. Svona. Get ég endurheimt rétta formið, þannig að hér hef ég N plus 1, ég ætla að reyna að skrifa alltaf litla N þegar ég kem að N plus 1. En hann er hér er N plus 1, það er litla N. Og þetta er N plus 1 plus 1, það er að segja litla N plus 1 plus 1. Þannig ég get skrifað litla N sem er stóra N plus 1 plus 1. En þetta er nákvæmlega, við skrifaðum upp á nákvæmlega því formið sem var gefið. Nú er ég búin að sýna að ef þessi formúla gildir til dæmis fyrir 7, við gefið hérna 7, þá gildir hún líka fyrir 8, þannig gildir hún fyrir 9. Nú við getum notað þessa leið, við skulum sjá hvernig nú væri bara með tölum. Ég ætla fyrst að skrifa niðurstöðuna. Þetta þýðir það sem að 1 og 2, það sem 1 og 2 eru sem sagt uppfylltar. Þessi skilyrði eru uppfyllt. Þá er þessi formúla rétt. Svo þetta er fullyrðing. Fullyrðingin er formúla. Þetta er ekki eins og þau að skrifa FN, heldur þetta fullyrðingin sem var gefin upp hafi fyrir sérhvert N sem er talning. Þess að sjá þetta kannski með tölum, þá erum við búin að sjá að formúlan er rétt ef að N-ið var 1. Ef að N-ið er nú í alvörunni bara eitthvað tala, 8, þegar stóra N-ið er 8, getum við þá sýnt út frá því hún er rétt fyrir 9. Skulum láta sem svo að ég sé búin að prófa þetta fyrir litla N jafnt og 1, litla N jafnt og 2, alla leið upp í litla N jafnt og stóra N 8. Þannig að skulum láta sem svo að ég sé búin að prófa þetta. K hleypur frá 1 upp í 8, og hér er K og ég er búin að prófa að þetta kemur út. Þetta er 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Og ég er búin að komast að því að þetta er 8 sinnum 9 deilt með 2, það er 4 sinnum 9, búin að komast að því að formúlan gildir. Það er að segja þetta er 8 sinnum 8 plus 1 deilt með 2. Og nú vil ég sýna, get ég notað þessa 8 stóra N-ið sem ég er búin að sanna til þess að gera þetta fyrir 9. Gildir formúlan fyrir næstu talningu á eftir. Og þá verð ég alltaf strangt tekið að nota það sem komið er. Það er að segja K hleypur frá 1 upp í 9. Ég ætla að skoða hvað kemur út núna. Og þá skrifa ég þetta út. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Þetta veit ég hvað er. Verður formið rétt. Það held áfram. Ég er búin að prófa þetta. Þetta er 8 sinnum 9 deilt með 2 plus 9. Þetta er 8 sinnum 9 deilt með 2 plus 10 sinnum 9 deilt með 2.
Ég get tekið 9 deilt með 2 út fyrir sviga. Hvað er eftir? Það er 8 vinstra megin og tvistur hinum megin. Hefur þetta rétt form? Er þetta 9 sinnum 10 deilt með 2? Það er já, það er rétt. Þessi formúli hefur þetta sköpulag. Hér er 9. Við ætlum að leggja saman allar talningar frá 1 upp í n, stóra n. Þá séum n og svo næsta n og eftir deilt með 2. Formið heldur sér. Þetta var svona dæmi sem við þekkjum mjög vel, formúla sem við þekkjum mjög vel. Og þetta er þá það sem við viljum nota og nýstu kosti til að byrja með. Þá látum við aðeins litla ennið hlaupa á mengi talninga. Það er að segja, nú skilgreinum hvað þrepun er. Og setjum þetta fram, þess að fyrsti punktur. Gerum ráð fyrir að fyrir sér hvert n, og skulum nota bara þetta orð í mengi talninga, sé gefin fullyrðing p sem er kennd við n. Það er að segja, hún er númeruð. 2, eða annar punktur, ef eftirfarandi skilyrði er uppfyllt, y, 10 punktur, ég ætla að skrifa skilyrðin. Í sumum útlenskum bókum er þetta kallað base case. Þetta er bara fyrra þrepið. Við þurfum að sýna að P1 er sönn. Við þurfum að passa okkur að byrja á byrjun vegna þess að minnsta talan sem við látum hlaupa er 1. Minnsta talan í þessu talnamengi er 1. Það tékka bara því. Næsta. Og það er gott að hugsa það þannig, maður prófar litla n jafnt og 2, litla n jafnt og 3, litla n jafnt og 4. Maður í alvörunni gerir það þegar maður er að reikna. En nú segir maður, við gerum ráð fyrir, þegar maður notar þetta hérna merki, þá á maður að segja ef fyrst og síðan þá á eftir. Við gerum ráð fyrir að p af n er sönn fyrir eitthvað. Einhverja töl sem maður er búinn að prófa fyrir einhverju talningu og ég get sýnt að hún sé þá líka sönn fullyrðingin fyrir næstu tölu og eftir úr mengi talningana er sönn. Ef þetta tvennt er satt, þá er fullyrðingin sem var gefin, hún er rétt eða sönn fyrir sér hvert n. Hér erum við bara með fullyrðingu hérna, sem hefur n í formúlu. Það er ekki, við vitum ekki fyrirfram hvort hún er rétt fullyrðingu eða ei. Þannig við erum að kanna það. Er hún rétt? Þetta er það aðferðin.